Ég heiti Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir og hjartalæknir. En ég líka langhlaupari, búin að stunda langhlaup í bara mörg ár. Get hreykt mér að því að hafa verið í landsliðinu utanvegarhlaupum, en sem betur fyrir komnar yngri og ferskari konur þar inn. Við getum aðeins rætt það hvað maður þarf að hafa í huga þegar maður fer í langhlaup. Nú til dæmis Reykjavíkurmaraþonið, það eru auðvitað margar vegalengdir. Bæði styttri og lengri, en sumt af þessu á við allar vegalengdir. Undirbúningur felst í mörgu, það annars náttúrulega að safna kílómetrum í lappirnar að vera búin að hlaupa, aðeins að átta sig á hvað get ég, hvaða markmið ég að setja mér. Þetta bara fyrst og fremst það að ég ætla að klára hlaupið, ætla ég að hlaupa einhverjum ákveðnum tíma, ætla ég að hlaupa með einhverjum vinum mínum og eru þó vinir mínir og svipuðu getustig og ég. Eru skórnir mínir í lagi? En það þýðir ekkert að gera það í dag, ef að hlaupir á laugardag eftir 2 daga. Maður þarf að vera búin að útvega sér rétta skó ef þeir eru orðnir á slitnir skórnir sem maður á. Það þarf að vera búin að testa bólinn, buxurnar og allt þetta. Ekki borða eitthvað nýtt, það er kannski mikilvægast. Það er eitthvað sem þú hefur aldrei testað áður. Já, ég frétti að vinur minn hann borðar alltaf baunarétt daginn áður, eða eitthvað svoleiðis. Maður ráðleggur fólki kolvetnaríka fæðu eins og bara pasta og þess vegna pítsu eða hrísgrjón, kartöflur, brauðmeti eða eitthvað slíkt og eitthvað sem svona frekar létt í maga. Þegar maður fer í svona langt hlaup eins og maraþon þá maður í blandaðri brennslu og það það sem við erum búin að vera að æfa upp með okkar þjálfun. Þannig að við erum að brenna fitu, við þurfum ekkert að auka við fituforðan, við höfum öll eitthvað fituforða til að brenna. En kolvetnin eru meiri ferskvara og þau duga okkur, það sem innbyggt í líkamann, það dugar ekki nema hluta leiðinni. Ég fæ mér yfirleitt ristað brauð með kannski smjör og sultu eða eitthvað svoleiðis, kannski 2 tímum fyrir hlaupið eitthvað, en þetta einstaklingsbundið. Og svo hafa með sér næringu þá í hlaupið líka. Það eru margir sem nota gel á hlaupum og sérstaklega í þessum lengri hlaupum. Ég held að fyrir 10 km hlaup þá myndi ég ekki ráðleggja að nota það. Það er ekki ástæða til þess nema þú sést bara í einhverju súperformi og ætlar að vinna hlaupið. En í hálfmaraþoni þá ekkert ólíklegt að þú myndi vilja fá þér 1 eða kannski 2 gel, það fer svona aðeins eftir hvað þú ert lengi að hlaupa. Ef þú ert komin upp í maraþon þá þarftu klárlega að fá einhverja næringu á meðan á hlaupinu stendur. Og ekki byrja seint, byrja frekar snemma þegar á meðan þig langar ekki til þess að fara að fá þig gel. Og ekki smitast af æsingnum sem þegar allir gunna á stað og ætla að vera fyrstir yfir þessa brú sem þarna í startinu. Haltu þig við planið alveg frá byrjun. Það þó betra ef þú átt inni að geta aukið hraðan í lokin. Af því að það talað að fyrir hverja 10 sekúndur sem þú hleypur úr hratt fyrstu kílómetrana í maraþonhlaupi, þú borgar þá með 1 mínútu á kílómetr í seinni hluta hlaupsins. Jafnvel þó maður sé ekki voðalega þyrstur, þá þarf líkaminn vökva og það kannski algengasta ástæðan fyrir að maður lendir á vegg í hlaupi að maður ekki búin að maður hefur hlaupið úr hratt, maður hefur ekki sinnt næringunum og vökvainntakt nægilega vel. Þannig að ef maður fær að fá einhver merki að það sé eitthvað eins og maður hafði ekki hugsað sér. Maður óeðlilega móður, ég tala nú ekki að það kemur eitthvað, einhver einkenni sem benda til þess að sé eitthvað sjúkdómarferðin, eitthvað að gerast á að fá brjóstverk eða óeðlilegan hjartslátt eða eitthvað svoleiðis. Þá náttúrulega að stoppa og gera eitthvað viðvart ef að slíkt en oftast þetta meira það að þú finnur að orkan bara búin. Gefðu þig þá tíma í að næra þig, drekka vel, hægja eins á og stundum kemur orkustigið aftur. Ekki bara labba einhvers staðar út í kant og reyna að hverfa og jafna þig. Vertu einhvers staðar þar sem fólk í kringum þig. Ef að hægt Þannig að ef eða svo illa vill til að það eitthvað raunverulega þannig að þú þarfnist aðstoðar að þá sé ykkur nálægt þér. En langflestir sem lenda á vegg eru bara hreinlega þreyttir. Maður á kannski ekki segja frá því en það stutt síðan. Ég ákvað að hlaupa maraþon á laugardag. Ég hef ekki hlaupið götumaraþon í 9 ár
og var svona hálft búin að segja nei, ég á nú líklega aldrei eftir að hlaupa götumaraþon. En af því að ég hef alveg einbeitt mér að utanvegarhlaupum undanfarið. En ég er búin að æfa ágætlega í sumar, ekki fyrir þetta þá, heldur fyrir annað langt hlaup sem ég fór í skemmtilegt hlaup í Kerlingafjöllum í lok júlí og ég fann að ég var bara svona frekar fersk eftir það og ég átti fullt af kílómetrum í fótunum og ég hef ekki hlaupið Reykjavíkurmaraþon heilt. Þannig ég hugsaði, ok, ég er ekki farið að stefna á neitt sérstakt í haust, þannig að ég kannski læt slag standa. Svo kannski þarf ég bara að éta þóni mig og laugardag og vera skynsöm og hætta einhvers staðar eða eitthvað svoleiðis, en ég stefni nú að því að eiga góðan dag.